Heyrið mér. Velkomin á þessa kynningu aðdeildar á nýju hagspánni okkar, haustspánni. Síðasta spá sem við gáfum út var í vor og þetta nær yfir sama spátímabil 2017-2019 og við erum að horfa á svona uppfærða spá í því samhengi og þetta annað árið röð sem haustspáin kemur í vikunni fyrir kosningar. Þannig að þetta inn í þá umræðu væntanlega. Nú, hvað var það spána sem við gerum, þá er að mörgu leyti svo sem ekki stóra sviptingar frá okkar síðustu spá. Tónninn í síðustu spánni var náttúrulega sá að við sæjum sýnilega að líklega myndi fara að hægja á þenslunni í efnahagslífinu á næstu árum og það má segja það að nú höfum við svona skýrari vísbendingar þá þróun. Ég ætla að reyna að fara yfir svona helstu þættina á nokkrum glærum og ykkur síðan velkomið að glugga betur í ritið. Það töluvert meira efni þar inni heldur en gefið á glærunum og ykkur síðan velkomið að hafa samband okkur í hagdeildinni með frekari spurningar. Nú, það sem stendur þarna bakvið, ef þið skildu ekki sjá það, þá stendur að botni hagsveiflunnar hafi líklega verið náð og ef við förum í svona helstu atriðin, þá það þessi hér þættir. Við erum að sjá það skýrara en í síðustu spá að hagvísindi benda til þess að það er að hægja á vexti efnahagslífsins. Þetta er ekki merki samt það að það sé að fara fram einhver niðursveifla, heldur vöxturinn að verða eðlilegri. Við erum að spá á þessu ári 5,3% hagvexti, á næsta ári spáum við 3,3% hagvexti og 2019 teljum við að það geti orðið 2,8% hagvexti. Það sem þó að gerast er að drifkraftar sem að drifi þessa hagsveiflu sem þá fyrst og fremst ferðaþjónustan. Við sjáum fram hóflegri vöxt þar á spátímanum. Einkaneyslan er að vaxa hraðar og síðan sjáum við það að fjárfestingaumsvifin er að breytast, þannig að það er meiri íbúðarfjárfesting og minni fjárfesting atvinnuvegar. Aftur á móti lítil opinber fjárfesting, hún er ennþá í sögulegu lágmarki og innflutningur fer síðan að taka kipp, jókst mikið á síðasta ári og eykst töluvert fram að spátíma. Verðbólga spáum við teljum að hún geti verið innan vikumarka ef okkar sviðsmynd reynist rétt. Við spáum því að gengi verði ágætlega stöðugt, en þessi spá er auðvitað verulega háð annarri þróun í efnahagslífinu, gengisþróun, hvernig húsnæðisverð þróast og fleira slíkt. Ég sé á spátöfluna eins og hún birtist í okkar hagspá, ég svo sem renni ekkert sérstaklega yfir hana. Og hér sjáum við okkar hagvaxtarspá. Eins og ég nefndi, þá er þetta helstu drifkraftarnir íbúðarfjárfestingin, einkaneyslan og það mun vera ástæðan fyrir því að við vöxum töluvert og sérstaklega út frá þjóðarútgjöldum. Nú, ef við horfum á ríkissjóð og rekstur eins og opinbera, þá er eitt af því sem við bendum á það að opinber fjárfesting, hún verður ennþá í sögulegu lágmarki. Við sjáum á myndinni þar sem við sjáum opinbera fjárfestingu í hlutfalli af vergri landsframleiðslu, þá hefur hún verið í þessu sögulega lága gildi allt frá hruni. Og það verður lítilegur vöxtur út spátímann en engan veginn þessu ljósmætti við að þyrfti að fara í gang út af uppsafnaðri endurnýjun þörf og slíku. Nú, út frá ríkisfjármálunum, þá hefur aðeins í bent á það að við teljum að aðhaldið í ríkisfjármálunum hafi fyrst og fremst verið sýnt með það að veikja tekjustofnana. Við höfum haft áhyggjur af því að afgangur hins opinbera séu lítill miðað við þau umsvif sem hafa verið í gangi. Þannig við teljum hættu á því að ef það hægir verulega á í efnahagslífinu, þá sé ríkissjóður ekki í stakk búinn til að mæta því. Nú, hvað einkaneyslu varðar, þá sjáum við skýrmerki þess að hún er að ná hámarki á þessu ári. Og að hagvöxtur hafi meira á þessu ári, þá er einkaneyslan líklega að vaxa mest á þessu ári. Við teljum að hún muni aukast úr 7,5% á þessu ári, 5,5% á næsta ári og 3,2% árið 2019. Og þessi þróun hefur haldist í raun og veru hendur við bætta stöðu margra heimila. Við höfum þó bent á það að það er rosalega misjöfn staða heimila og
alveg ljóst að þeir sem eru á húsnæðismarkaði og eiga húsnæði eru í allt annarri stöðu en þeir sem leigja ungt fólk, erlent verkafólk eða fólk sem er einfaldlega á almennum leigumarkaði. Nú, þessi drifkraftur einkaneyslunar hefur fyrst og fremst verið aukin útgjöld heimilandi svona varanlegra neysluvara. Við erum að sjá meira bifreiðakaup, við erum að sjá meira svona endurnýjun á hlutum. Þetta er raun og veru neyslan sem féll mikið við hrun og svo erum við að sjá það að heimilin eru að fara í aukin ferðalög. Þetta sést meðal annars í bara svona væntingaþróun, væntingavísitalan og mat einstaklinga á væntingum til næstu 6 mánaða hefur náð hámarki og hefur lækkað á undanförnum misserum. Aftur á móti eru stórkaupavísitölur sem meta vænt útgjöld heimilanna til bílakaupa eða ferðaþjónustu, utanlandsferða og svo framvegis. Þær vísitölur eru svona ná fyrri hæðum. Þannig út frá því má alveg áætla einkaneysla verður utanlandsferða. Nú eins og ég nefndi þá hefur fjárfesting verið að vaxa undanfarin ár. Framan af voru að sjá mikla fjárfestingu í ferðaþjónustunni, hótelbyggingar og ýmislegt tengt þeirri atvinnugrein. Við teljum að það dragi úr þessum fjárfestingaáformum á næstu árum en einnig að það er að draga úr umsvifum í stóriðju. En á móti mun fjárfestingastigið sem er núna komið í svona sögulegt meðaltal, það mun haldast upp út af íbúðafjárfestingu. Nú aðeins varðandi húsnæðismarkaði. Við svo sem vörum við því í okkar síðustu spá að vöxturinn væri orðinn, það mætti kalla ósjálfbær. Vöxturinn var yfir 20% á ári, á tímabili, íbúðarhúsnæði var hækkað 1,5% til 2% á mánuði. Nú síðan þá sjáum við ákveðin merkjum það að hafa hægt aðeins á húsnæðismarkaðnum. Bæði framboð farið loks að aukast og síðan sjáum við að sölutíminn hann hefur verið aðeins að lengjast. Þegar maður horfir á undirliggjandi þætti og hvaða áhrif fólk getur skuldsett sig í bjóða upp eignir og annað, þá er ljóst að það er rými til að hækka húsnæðisverð enn frekar. En heimilin virðast sýna svona merkjum meiri skynsemi heldur í síðustu uppsveiflu. Þannig að það virðist hafa hægt aðeins á hækkun húsnæðisverð af þeim sökum. Einnig má líka benda á það að eins og Seðlabankinn benti nýlega á hafa fjárfestar átt þátt í því að ýta upp húsnæðisverð. Væntingar fjárfesta til frekari vaxtar í ferðaþjónustu og annað slíkt kann líka hafa temprað þær hækkanir. Við teljum samt forsendur fyrir því að húsnæðisverð hækki út spátíma en vonandi og mjög líklega á hægara tempói heldur en þetta. Og ef við sjáum hvað áhrif húsnæðisverð hefur haft á verðbólguna, þá sést á myndinni vinstra megin að ef við horfum fram hjá áhrifum húsnæðis á verðbólguna, þá hefur ríkt hér umtalsverð verðhjöðnun undanfarin misseri 3% nú í ágúst. Við sjáum það líka að gengisþróun á síðasta ári var ekki að skila sig sérstaklega í lægra verði, ekki að sama skapi og við höfum séð til dæmis eftir að Costco hefur komið. Þá höfum við séð töluverðar verðlækkanir á dagvöru og annað sem bendir til þess að aukin samkeppni meðal annars út af aukinni samkeppni í verslun og líka á netverslun og fleiri slíku eða neytendur að fá sinn hag af gengistyrkingu. Við teljum forsendur fyrir stöðugu verðlægi og verðbólga verður undir 3% á spátímanum. Nú og að lokum þá er vinnumarkaðurinn. Ef við lítum á hann, þá sýnir hann líka nokkuð skýr merkjum að það sé að hægja þessum umsvifum. Við sjá það að atvinnuþátttakan virðist á annað hámarki, fjölgun starfandi er hægari undanfarin misseri heldur en undanfarin ár og það má alveg búast við því að atvinnuleysi kunni að rísa yfir spátíma. Við höfum þó séð það eins og ef maður lítur á aðra tölfræði eins og vinnustundir og annað, þá vorum við ekki að sjá neina sérstaka uppsveiflu núna þrátt fyrir þessi gríðarlegu umsvif og við höfum talið það að það komið til áhrif af auknum starfsmönnum í starfsmannaleigum og starfsmönnum sem ekki að komast inn í opinberri tölfræði. Vinnumarkaðurinn framleiða stundir þá líklega á sama skapi að hægja líklega á sig yfir spátíma.
Þetta svona helstu atriðin. Við erum með töluvert meiri greiningar inn í sjálfu spánni og hvernig til að líta á það. Öðru leyti þá ykkur velkomið að senda spurningar á okkur í handritinu, nema það séu einhverjar sérstakar spurningar nú. Takk fyrir.